Velkomin í þáttinn HM30 þar sem við höldum áfram að kynna okkur heimsmarkmiðin. Áttu þér uppáhalds málshátt, Aron? Ég pæli nú ekki mikið í þessu, nema bara páskunum. Já, mér sko uppáhald. Já, það kemur mér ekkert á óvart. Mennt er máttur. Ok, og þetta segir mér að finnst alltaf gaman í skólanum líka. Nei, ekkert alltaf, en það er bara svo svakalega margt sem gerist þegar við fáum tækifæri til að læra eitthvað nýtt. Við sjáum hlutina í nýju ljósi, verðum upplýstari, víðsýnni og umburðarlyndari. Já, þú meinar. Svo þeim fleiri sem læra og mennta sig, þeim betra. Það er nefnilega mannréttindi að fá að fara í skóla. Allir eiga rétt á því að mennta sig, en það þýðir ekki allir fái menntun. Bara alls ekki. Þetta tengist markmið númer 4. Menntun fyrir alla. Skoðum bara hvernig ástandið er. Árið 2000 voru 26% barna sem ekki gátu farið í skóla. Árið 2010 voru það 19% og 2018 voru það 17%. Þetta er allt á réttri leið, en við náum ekki markmiðinu á þessum hraða fyrir árið 2030. Og markmiðið er sko menntun fyrir alla. Aron, fyrir alla, Aron. Ég var að segja það líka. Já, fyrir alla. Og út af COVID, þá hafði 90% barna heimsins ekki komist í skóla árið 2020. Og sum þeirra skila sig kannski aldrei aftur í skólastofuna. Það er agalegt. Já, þetta er alveg ferlegt, en á Íslandi erum við í góðum málum. Hér er skólaskylda, svo nánast öll börn á Íslandi ganga í skóla. En við mættum vera duglegri við að lesa, allavega samkvæmt könnunum. Já, grunnurinn er að kenna öllum að lesa. Byrjum þar. Svo er eitt svolítið magnað. Markmið 4 tengist nefnilega markmiði 13 loftslagsmál. Þið vitið hlýnun jarðar og allt það. En hvernig? Það hefur verið sýnt fram á það að ein besta leiðin til að minnka gróðurhúsaáhrif sé, og þetta kemur kannski óvart, en það er að mennta stelpur, sem tengist líka markmiði 5 jafnrétti karla og kvenna. Förum í það í næsta þætti. En ef við menntum okkur, þá verðum við líklegri til að fá vinnu sem tengist markmiðum númer 1 fátækt og númer 2 ekkert hungur og númer 3 heilsu og vellíðan. Og þá er líklegra að fjölskyldur eignist færri börn og þá muni mannkyninu fjölga hægar og það hefur veruleg áhrif í loftslagsmálum. Markmið 13, 14 og 15. Svona er þetta allt tengt. Heimsmarkmiðin eru nefnilega leiðarvísir hvernig við getum brugðist við stærstu áskorunum heimsins. Og menntun er eiginlega grunnurinn að þessu öllu saman. Það getur sko lært allt á netinu. Af hverju fara ekki bara þessi börn sem komast í skóla og fara bara á netið og læra það sem þau þurfa á YouTube? Aron, vilt þú taka þetta? Já, sko í fyrsta lagi þá er nú ekki allt satt og rétt á internetinu. Og oft er erfitt að velja besta, en svo er annað í þessu, að það hafi ekki allir aðgang að rafmagni á interneti. Það væri nú ekki sanngjarnt að fara fram á þetta. Já, þetta er nefnilega ekki alveg sanngjarnt. Því 87% heimila í Evrópu hafa aðgang að internetinu, en bara 18% í Afríku. 8 af hverjum 10 hafa ekki aðgang að internetinu og eru þá útilokaðir frá öllu sem gerist þar. Öllu, Aron, öllu! Já, ég veit ég var að segja það. Öllu. Við höfum að tryggja að öll börn fái menntun og þar spilar rafmagn og internetið stóran þátt. Því það tengist einmitt allt líka. Ef við getum tengt alla við rafmagn og internetið, það búið til jafnari tækifæri fyrir alla. Markmið 10. Mér langar að sýna ykkur smá myndbrot. Poverty and inequality are universal. They undermine every society, everywhere. But poverty is not natural. It is man-made, so poverty is not inevitable. It's an area where the world has made huge progress in the past few decades. Just 30 years ago, there were 1.9 billion people living in extreme poverty, but that number has been transformed. In 2015, it fell to 734 million people. That's over 1 billion people lifted out of poverty. But still, almost 10% of the human race is living unbelievably harsh lives. This is largely determined by their circumstances at birth, and these high levels of inequality work against better opportunities for all. Opportunities that could change the world.
I want to tell you a story about 1999. I used to teach people how to write computer programs. And I had a very, plush office and everything. And just outside of these offices, there was this large, sprawling, urban slum full of children. So one day I tried an experiment. I made an opening in the boundary wall that separated my offices from the slum. And then I fixed a computer so that from the other side of the wall, you could see the computer and a touchpad. On the first day, we saw this 8-year-old boy teaching a 6-year-old girl how to surf. How on earth did he figure that out? How did he know what the computer was doing? 3 months after I had first put their computer in the wall, the children said they wanted a faster processor and a better mouse. I asked them, how on earth do you know these words? Where did you learn this from? And they said, well, you've left a machine here that speaks only in English, so we had no option but to learn the language. Easy, isn't it? I repeated the hole-in-the-wall experiment for 5 years across the length and breadth of India. In a village 300 miles away from Delhi, one girl is explaining to the other girl what a neuron is. They're just 12 years old. Wow. We have hope. We have an enormous potential of what children can achieve together if we let them. Þetta nefnilega alveg frábært. Þannig voru krakkar sem hafa ekki aðgang að tölvum eða interneti heima á sér farin að læra ensku, læra tölvur og kenna hvert öðru. Og þarna tengjast mjög mörg heimsmarkmið. Já, við þurfum bara að búa til aðstæður fyrir alla til að geta lært. Það eru mannréttindi. En hvernig getum við hjálpað við að ná markmiði 4? Númer 1. Nýtum tækifærin okkar og menntum okkur. Lærum að lesa almennilega. Íslendingar búa við bestu tækifæri í heiminum. Skulum ekki missa þeim bara af því við nennum ekki að lesa. Sækja bara góða bók og lesum hana bara. Og við komumst pottþétt að því að það er ekki bara gagnlegt, heldur líka gaman. Og svo get ég bara strax byrjað að berjast fyrir rétti annarra til að mennta sig. Eins og Malala gerði, en við munum fjalla hana betur í næsta þætti. Þökkum fyrir okkur í dag og hlökkum til að sjá okkur í næstu viku.